Ég heiti Páll Rafnar Þorsteinsson og ég í 3. sæti á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður. Ætlar þinn flokkur að vinna því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já, það algjörlega óásættanlegt að fólk veigri sér við að leita sér læknisþjónustu af fjárhagsástæðum og Viðreisn vill virkilega takmarka eða minnka greiðsluþátttöku sjúklinga. Þá auðvitað mikilvægast að horfa til þeirra sem verst standa og barna þar að auki. Við leggjum líka áherslu á það að tækla ákveðin vandamál eða leiðrétta ákveðin vanda sem snýr til þess að geðheilbrigðismálum og færa sálfræðiþjónustu inn í heilbrigðistryggingakerfið og gera aðgengilegri. Þannig að fyrsta kastið þá sjáum við ekki fyrir okkur að afnema greiðsluþátttöku vegna þess að við viljum auka þjónustu, víðari þjónustu frekar. Þannig að þetta er gert í skrefum en verulega strax. Takk, þá ertu búin að svara afleiðandi spurningu hérna að hvað leyti. Yrði þá kannski sálfræðiþjónusta og tannlæknaþjónusta þar inni? Já, við sjáum fyrir okkur, setjum geðheilbrigðisþjónustuna í algjöran forgang. Núna hefur tannlæknaþjónusta fyrir börn verið sett inn í heilbrigðistryggingakerfið og við sjáum fyrir okkur sem langtímamarkmið að hún verði það í ríkari mæli. En geðheilbrigðisþjónustan í alveg sérstökum forgangi og þá bæði hvað varðar meðhöndlun og forvarnir. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin eru 25.000 krónur á mánuði vegna svonefndrar króna móti krónuskerðingar sem kallast sérstök framfærsluuppbót. Þess vegna ber hún einungis 2.000 krónur úr bítum. Finnst þér það í lagi? Nei, það finnst mér ekki í lagi. Ætlið þið þá að afnema króna móti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili? Já, við viljum draga verulega úr tekjutengingum eða skerðingum á bótum vegna annarra tekna. Við viljum að fólk nýti þá starfsfólk sem það hefur, bæði til að afla sér tekna en líka bara fyrir sín víðari lífsgæði. Hvenær á næsta kjörtímabili þetta gert? Ég ímynda mér að það geti verið gert snemma eða á miðju kjörtímabili. Við sjáum til dæmis fyrir okkur að afnema lög sérstakan starfslokaaldur og við viljum almennt gera fólki kleift að stunda vinnu eða hlutastörf með örorkubótum. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúmuna án aðstóðar. Hann fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstóð. Finnst þið það í lagi? Nei. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstóð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, stjórnvöldum og samfélaginu ber skylda til þess að tryggja mannréttindi og virðingu allra einstaklinga og notendastýrð persónuleg þjónusta, hún kemur verulega til móts við mikilvægar þarfir einstaklinga og við sjáum fyrir okkur að það eigi að gangi það að lögbinda NPA strax. Það hefur verið tilraunaverkefni í gangi og það hefur staðið til að gera það og að okkar mati ekkert því til fyrirstöðu að gangi það hreint. Þá hefur þú svarað þeirri spurningu hvenær kjörtímabilinu, það strax eða fyrir hluta kjörtímabils. Meirihluti bygging á Íslandi óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki enda ekkert eftirlit með því aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Finnst þér það í lagi? Nei, það algjörlega ólíðandi og óásættanlegt að fólk sem að glíma við hreyfihömlun get ekki nýtt sér nauðsynlega þjónustu eða notið eðlilegra samvista með fjölskyldum. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta verkefni sem það geti tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þitt framboð vilja lögfesta slíkt eftirlit? Já, ég get séð fyrir mér að það að minnstakosti geti átt við nýbyggingar. Auðvitað það erfitt þegar við horfum á allar byggingar á Íslandi, enda margar gamlar. En jú, við sjáum fyrir okkur að
það megi vera og við horfum nefnilega sérstaklega á þetta í tengslum við áherslu á heimaþjónustu í framtíðinni. Að öldruðu fólki verði gert kleift að lifa lengur í heimahúsum og njóta sum sé ánægja því og þá einmitt mikilvægt að aðgengismál séu í lagi. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Finnst þér þetta í lagi? Nei. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Já, við viljum gera það. Það algjört grundvallarstef í menntastefnu Viðreisnar að allir einstaklingar eigi rétt á námi. Þetta er spurningin jafnrétti til náms og þarna erum við ekki að tala þær upphæðir að það sé ekki hægt að breyta því. Hvenær á kjörtímabilinu hyggist þið fara í þetta? Ég sé bara fyrir mér að það verði fljótlega.